Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 27. apríl, þriðja sunnudag eftir páska, er þema dagsins ný sköpun, vegurinn til lífsins. Í lefsíðunni stendur, þeir sem sá með tárum munu uppskera með gleði söng. Í pistlinu skrifar Páll, jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endurnýjast dag frá degi minn innri maður. Og í Guðspjallinu segir Jesús, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð, trúið á mig. En við skulum byrja þessa stund á að signa okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi 14. kafla. Hjarta yðar skelfist ekki, trúi á Guð, trúi á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur, væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Ef þér hafið þekkt mig, hafið þér og þekkt föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann, Drottinn, sýn þú okkur föðurinn, það nægir okkur. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Það sem ég segi við yður eru ekki mín orð. Faðirinn sem í mér er, vinnur sín verk. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér trúið ekki orðum mínum, þá trúið vegna sjálfra verkanna. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er ný sköpun, vegurinn til lífsins. Texti Guðspjallsins er hinn skýrasti boðskapur til kristinna manna varðandi tilgang komu Jesú, hvert fyrirheiti Guðs er og að Jesús er líka Guð. Jesús kom til að boða ríki Guðs sem muni hafa vistaverur fyrir alla sem vilja. Fyrirheitið er að þó að við deyjum, þá eru það ekki endalokin. Jesús mun koma sjálfur að sækja okkur. Faðirinn er í honum og hann í föðurnum. Biblían segir okkur að Guð Gamla testamentisins, sem ýmist er kallaður Guð eða Drottinn Guð, hafi birst Móse sem spurði hann að nafni og Guð sagði, ég er. Hann er sá sem er og hefur verið frá upphafi heims. Vegna þess hve við erum takmörkuð þá er tilhneigingin að draga hans almáttuga kraft niður á okkar getustig eða það sem við ímyndum okkur að hann geti gert. En hugtakið almáttugur hefur ótakmarkaða merkingu. Hann er það sem er. Guð eða Drottinn Guð er því ekki nafn hans, heldur titill eða tignarheiti. Hann er allt og getur allt. Hann er svo mikill að við getum ekki fangað hugtakið og notum því samheitið Guð.
samheiti sem nær yfir alla guði þessa heims og eina aðgreiningin sem við notum er að hafa okkar Guð sem sérheiti skrifað með stórum staf. Guð sagði við Móse að hann sé ég er og það nafn notar Jesús 7 sinnum í Jóhannesarguðspjalli þegar hann segir ég er góði hirðirinn, ég er brauð lífsins, ég er ljós heimsins og ég er upprisan og lífið, svo nokkur dæmi séu nefnd. Okkar nýjasta þýðing á Nýja testamentinu hefur aðeins breytt málfarinu en þéringar hafa oft verið látnar halda sér. Textinn í dag ætti hins vegar að vera í eintölu. Jesús er að tala við einhvern einn, þó fleiri lærisveinar séu viðstaddir, því orðið hjarta er í eintölu. Hjarta yðar, hjarta þitt, skelfist ekki. Trúðu á Guð, trúðu á mig. Sumir fræðimenn telja þetta vers eigi að vera síðasta vers kaflans á undan. Jesús sé að hughreysta Pétur eftir að hafa sagt honum að hann myndi afneita sér 3 svar. Við sjáum á textanum að Jesús er að undirbúa lærisveinana fyrir að hann fari heim til föðurins, heim til Guðs, til að búa okkur stað. En ef þýðingin ætti að fylgja merkingu orðsins stað, ætti að standa að hann ætli að búa okkur heimili. Þessi texti er oft lesin við útfarir. Jesús er þarna að tala við lærisveina sína, en kristnir menn hafa skilið þetta sem loforð að í ríki Guðs föður verði pláss fyrir alla sem trúa á hann. Jesús kom til að flytja öllum heiminum fagnaðar erindið Guðs ríki og segir að í fyllingu tímas komi hann aftur og taki hina trúföstu til sín svo þeir verði hjá honum. Hann steig upp til himins í augsýn lærisveinana og á sama hátt muni hann koma aftur í skýjum himins í mætti og mikilli dýrð. Þá munu upprísa þeir sem eru dánir og þeir sem eru lifandi í trú munu umbreytast, fá sín dýrðar klæði. Jesús er á förum í Guðspjallinu. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. En Tómas skildi ekki alveg merkinguna, skildi ekki að vegurinn er trúin, trúargangan. Við erum á veginum á meðan við höldum í trúna. Svo Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir hann. Lærisveinarnir voru svo jarðbundnir, töldu kannski að bústaður Guðs og vegurinn þangað væri hér á jörðu, svo að Filippus vildi sjá föðurinn. En Jesús segir að í gegnum boðskapinn, kraftaverkin og samveruna með honum áttu lærisveinarnir sem trúðu á hann að geta séð föðurinn í honum því að þeir eru einn Guð. Hann sagði, sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn, ég og faðirinn erum eitt. Trúin á Jesú er vegurinn til himins. Það liggja ekki margir vegarslóðar þangað, það er aðeins einn vegur. Og eins og Jesús sagði í einni dæmisögunni, þá er hann dyrnar að Sauðabyrgi hjarðarinnar. Hann er eini inngangurinn inn á þann veg sem liggur að ríki Guðs. Og Jesús er ekki aðeins sá sem að kendi þeim sannleikann hina einu frelsun frá synd, hann er sannleikurinn, holdi klæddur. Hann er ekki aðeins vegurinn, hann er líka sannleikurinn og sá sem gefur eilíft líf. Ekkert af þessu þrennu hefur milliveg. Í þessum heimi er aðeins val hinn mjóa veg til lífsins,
eða hinn breiða veg til glötunar. Og hinn breiði vegur glötunarinnar er að eiga ekki trúna á Guð. Látum engan segja okkur að við komumst ekki til Guðs af því að við séum ekki nógu góð. Af náð erum við hólpin fyrir trú, aðeins fyrir náð. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Já, þemaði dagar ný sköpun vegurinn til lífsins. Í upphafi skapaði Guð manninn og honum var ætlað að vera eilífð í garði Guðs, svo að á vissan hátt förum við heim eftir upprisuna. En tilvera í ríki Guðs krefst þess að við verðum endursköpuð. Það við fáum nýja líkama utan gömlu sálin okkar. Sá sem trúir á Guð á ekki að þurfa óttast dauðan sem slíkan, enda syrgjum við kannski frekar aðskilnaðinn við fjölskyldu okkar. Lexían og pistillinn fjalla gleðina við að fara aftur heim. En vegurinn heim, það til eilífs lífs, alltaf í gegnum náið samfélag við Guð. Þannig best að halda sig á veginum. En hvað náið samfélag? Það að íhuga og rannsaka bæði auðvelda og erfiða texta, taka ábendingar til okkar, setja okkur inn í sögur annara og læra af mistökum. Tali textinn gegn því sem við höfum talið gott, þá ber að leita útskýringa og kyngja því sem niðurstaðan segir, því að við breytum ekki orði Guðs. Okkar Herra vegurinn, sannleikurinn og lífið. Orðið, boðskapurinn, næringin sem gefur okkur vöxt sem leiðir af sér ávöxt. Kirkjan samfélagið sem þjappar okkur saman og sá staður sem á að skapa einingu og frið. En þetta það sem ykkur ber að gera, segir Drottinn. Segið sannleikann hver við annan og fellið dóma af sanngirni og velvilja. Enginn ykkar ætli öðrum illt í hjarta sínu og fellið ykkur ekki við meinsæri. Allt slíkt hata ég, segir Drottinn. Að segja sannleikann án þess að fella dóma að ræða málin af réttvísi, sanngirni og heiðarleika, því að þannig fyrirmyndir vill Guð að við séum, og það líklegra til að skapa einingu, frið og vöxt í söfnuði Guðs sem hinn umvefjandi kærleikur alls. Sannleikur, sanngirni, velvilji og kærleikur ávextir trúarinnar sem Guð vill sjá. Hann vill leiða okkur réttan veg og Jesús notar myndmál sem höfðar til mannlegra þátta og fyllir okkur öryggi. Við náið samfélag við Guð tökum við á móti boðskapnum, við þiggjum brauð lífsins, drekkum af lífsins lind, leyfum ljósi heimsins að vísa rétta veginn og fylgjum hinum eina sanna hirði sem umhugað okkur. Á trúargöngunni við alltaf samferða honum, því við leyfum boðskapnum að dvelja í hugum okkar og móta okkur. Þannig verður hann í okkur, því líkami okkar musteri heilags anda. Páll skrifaði í pistlinum: Jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endurnýjast dag frá degi minn innri maður. Myndlíkingar Jesú styrkja og efla sálina okkar innri mann, svo að við endurnýjumst á hverjum degi á göngunni með honum. Göngum á Guðs vegum. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.